En mér langar að spyrja þig, af því að þú ert nú eins og kom nú fram að þú ert reyndur maður. Í byrjun febrúar 2004, þá varst þú einn af handhöfum forsetavalds og þið boðuð til ríkisráðsfundarins láta Ólaf Ragnar Grímsson forseta vita. Sérðu eftir á hafa gert þetta með þessum hætti? Nei, ég ert að segja það, hann ekki verið látið vita. Já, ég las bara í Morgunblaðinu að hann hefði frétta eftir á, eða eftir að var allt, ef að búa ákveða fundinn. Já, hann var staddur á skíðum erlendis, eins og þú manst. Já, ég er nýbúinn að lesa mig til þetta, en ég las það þannig að... Nei, hann var staddur á skíðum erlendis og það er mjög algengt ef að ríkisráðsfundur yfirleitt haldinn þegar forsetinn er í burtu, að þá hann bara haldinn. Það verið haldinn fjöldi ríkisráðsfunda og forseti hafi verið viðstaddur, auðvitað færri í seinni tíð. Já, hefur setið fleiri þannig fundi? Nei, ég hef ekki gert það. En í sögunni þá hefur ríkisráðsfundur verið haldinn mjög oft þó forseti hafi verið fjarri og einmitt af því hann var fjarri. En það er náttúrulega auðvitað þannig núna að flugsamgöngur eru þannig að menn komast hraðar heim. En þetta var ekki ríkisráðsfundur sem var að taka mikilvægar ákvarðanir. Þetta var svona liður í prógrammi, menn hefðu gert ráð fyrir ríkisráðsfundi á þessum tíma. Ólafur var samt erlendis þegar þetta var, kannski ekki talið að þetta skipti neinu máli. En á þeim tíma duldist engum að það var svolítið kalt á milli þín og Ólafs, ára fjölmiðlalögin voru búin að vera þarna þekki og það var kalt á milli ykkar. Já, það sem mest hefur rætt á undanförnu, eins og þú kannski tekið eftir, og komið fólki mest á óvart, hvað það var gott á milli okkar Ólafs. Ekki 2004? Nei, ekki það augnablikki og ég hef sagt að við höfum verið mjög oft ósáttir eða ósammála gegnum tíðina.